Grindvíkingar minnast þess með gleði og trega í dag að ári síðan að heimabær þeirra var rýmdur vegna jarðhræringa. Hátt í 80 ár eru á milli þess elsta og yngsta á listum flokkanna fyrir alþingiskosningarnar. Stjórnmálasálfræðingur segir áru endurnýjunar svífa yfir framboðslistum. Þúsundir fjárfesta víðs vegar Evrópu lögðu 100 milljóna evra í fyrirtæki sem reyndist vera rússnesk svikamylla. Margir Danir settu sparifé barna sinna í fyrirtækið. Miklar vonir eru bundnar við tilraunaboranir sem eiga að hefjast á næstu árum við Kröflu. Það gæti orðið tífalt öflugara að virkja varma beint frá kvikuhólfum en eins og nú gert. Það var margt hundinn í Bíó Paradís í Reykjavík í dag þegar að bíóið opnaði dyrnar fyrir ferfætlingum. Á skjánum var verðlaunamyndum raunir hunds í réttarsal. Gott kvöld. Ár í dag síðan að Grindavíkurbær var rýmdur vegna jarðhræringa. 15 kílómetra langur kvikugangur myndaðist undir bænum og náði alveg út í sjó. Snarpir jarðskjálftar voru orðnir mjög tíðir og talið að gosið gæti á hverri stundu. Grindvíkingar þurftu að yfirgefa bæinn og hafa fæstir snúið þangað aftur. Margir þeirra komu saman í bænum og nágrenni í dag til að sýna hver öðrum styrk og samstöðu á þessum tímamótum. Fullt var út úr dyrum í Kviku menningarhúsi Grindvíkinga en margir vonast til þess að geta flutt í bæinn sem fyrst. 10. nóvember í fyrra var engin gleðidagur og við munum ekki minnast hans sem gleðidags. En þegar að Grindvíkingar hafa tækifæri til þess að hittast og gleðast þið saman og við reynum bara að gera sem best úr hlutunum og horfum til framtíðar, björtum augum, bærinn okkar, munum byggjast upp að nýju sem allra fyrst. Bindið Sigurðsson, þú hefur farið reglulega til Grindavíkur síðan þessar hamfarir hófust og ert komin inn í Grindavíkurkirkju núna. Hvernig var að koma inn í bæinn í dag? Sko, það öllu jafna ekki sérstaklega ánægjulegt að koma inn í Grindavík, það að segja, eftir að þessar remmingar hófust allar í nóvember í fyrra. Það frekar dapurlegt, maður verður frekar svona dapur í hjarta að keyra svona búsældarlegan bæ eins og Grindavík var og sjá að það ekki sála á ferð. En í morgun, það var ánægjulegra í morgun, ég byrjaði nú daginn í bakaríinu þar sem var opið og það var nú bara töluverð umferð af fólki. Það voru 2 veitingastaðir opnir og söluturn og síðan voru ferðamenn hér á sveimi og ein stór rúta full af ferðamönnum, ég sá hana líka. Auk þess voru hérna náttúrulega fjölmargir Grindvíkingar en áður en lengra haldið þá skulum við aðeins líta á atburðarásina frá 10. nóvember í fyrra. Klukkan verða 9 hérna í Grindavík. Hér eru fjölmargir íbúar búin að yfirgefa heimili sín og margir hverjir einnig búin að merkja að þeir séu farnir. Hér til að mynda má sjá einfaldan miða. Hér stendur engin heima, farin í eldgosafrí. Fólk bara mikil í óvissu en ég held samt að við séum sérstakur þjóðfélagshópur og við munum komast í gegnum þetta. Við erum sem að Þetta að versta sem ég hef fundið fyrir hérna, sko. Já, herri, ef við ekki bara taka hérna alla blokkirnar í staðarhrunni, það ekki bara fínt? Já. Blessunarlega kom kvikan ekki upp á yfirborðið en hún var ekki langt undan. Daginn eftir voru flestir farnir úr Grindavík. Þegar langt var liðið á jólaföstuna byrjaði að gjósa. Allt var rólegt jól og áramót. En árið hófst með hörmulegum atburði þegar maður við vinnu í bænum féll í sprungu. Leit að honum var hætt 2 dögum síðar. Skömmu seinna hófst aftur gos og það var í eina skiptið sem hraun náði inn í bæinn. 3 hús urðu eldi að bráð. Vinna við að reisa varnargarða stóð mánuðum saman og ljóst að þeir hafa gert sitt gagn. Fáir Grindvíkingar hafa haldið til í bænum þennan tíma og aðgengi að honum hefur verið takmarkað. Flestir hafa komið sér fyrir í öðrum bæjarfélögum.
Bindið, þú búin að hitta marga Grindvíkinga í dag, hvernig hljóðið í þeim? Já, ég náttúrulega búin að hitta marga Grindvíkinga í dag og ég búin að tala við marga Grindvíkinga undanfarið ár og eitt af því sem að maður náttúrulega spyr oftast það náttúrulega bara hvernig líður ykkur með þetta ástand sem uppi og ég gerði það líka í dag og það er svona kannski merkilegt að það er svo sumir eigi kannski svolítið erfitt með að finna svona tilfinningu sínum farveg. Ég spurði nokkra hvort að þeir finnist þetta dagurinn dag vera gleðidagur eða sorgadagur og það auðvitað kom ekkert svar við því en það kannski erfitt að skera úr það. En við hittum Grindvíkinga í Kviku í dag, menningarhúsinu hérna í Grindavík og við skulum heyra hvað þeir höfðu að segja. Mér líður bara orðið mjög vel. En ég varð alveg svartur á þunglindi í 11 vikur í vetur. Er einhver þráður í þér svona sem er reiður út í örlögin? Reiður við hvern? Guð, náttúruna. Ég er ekki reiður og það er bara búið að gera rosalega vel við okkur Grindvíkinga. Ertu á einhvern þátt reið yfir örlögum þínum? Já, sumadaga. Það er alveg líka tilfinningar sem maður þekkir. En lífið heldur áfram? Já, það gerir það. Maður er bara að taka þessa svo hverju öðru hundsbiti. Það er gaman að koma saman, það er gaman að hitta sveitunga sína. En er þetta gleðidagur? Já, mjög gaman að þetta svona þrönga samfélag hittist og maður er að hitta fólk sem maður hitta á hverjum einasta degi. Núna býr fólk út allt land. Þannig að það er gleðidagur líka að sjá svona mikla umferð og líf í bænum. Það gleður mig svo sannarlega. Ert þú ekki fluttir þú úr Grindavík í fyrra þegar allt fór að skjálfa? Jú. Fannst þér það óþægilegt? Já. Muntu verða gömul kona í Grindavík? Alltaf. Bara allan dag. Og ég bý í Grindavík, ég svaf hérna í nótt og sef hérna flesta daga sem ég get. Og þarna heyrðum við í nokkrum Grindvíkingum sem við hittum í menningarhúsinu í dag en núna klukkan 6 þá hófust tónleikar í Hljómahöll í Reykjanesbæ þar sem að Grindavíkur. Mér líður bara orðið mjög vel. Líka að tróða þar upp en síðar í kvöld verður samkomastund hér í kirkjunni í Grindavík og þá verður einnig tendrað á ljósaverki sem er fyrir utan menningahúsið Kviku en það kannski er rétt að spyrja sóknarprestinn hvernig sálarheill Grindvíkinga þessa stundina? Já, ég hugsa það sem bara misjafnt hvernig það er. En ég verð að segja það að núna í dag þegar ég er búin að vera hérna í kirkjunni þá bara glemdi ég því að ég hafi nokkuð tíma farið. En auðvitað veit ég það að það er ekki raunveruleikinn. Og ég held alveg að við Grindvíkingar að við eigum svolítið langt í land. Ég held að núna séum við bara svona afleiðingar áfallsins að hafa þurft að fara í svona skyndi. Það er svona bara rétt að byrja að kræla á sér. Og ég hef það mjög á tilfinningunni að við komum flest öll freka þreytt undan sumri. Og það er vetur framundan? Já, það er vetur framundan. En við ætlum að koma, og ég held að það skipti mjög miklu máli að eiga svona dag eins og þennan og eiga hérna stund í kirkjunni og vegna þess að það sem heldur, ég allavega til þess að ná einhvern veginn aftur rótum sínum og hvert við ætlum að festa þær og hvert þær liggja og hvert þær fara, þá þurfum við að gera það saman. Við þurfum það, sko. Hvenær heldur að Grindvíkingar nái sáttum? Já, það er nú bara þegar stórt er spurt, þá nú erfitt að svara því vegna þess að ég held náttúrulega, það náttúrulega engin sáttur við að hafa þurft að fara hérna því við ákváðum að búa hérna en síðan var það ekkert val. En ég held það nú og ég trúi því að breytingar þær bera náttúrulega bæði með sér von og eitthvað nýtt og þessi breyting ætti að gera það líka. Það bara allt er breytingum háð og íslenska þjóðin þekkir nú það nú mjög vel áföllin og bjargráðin okkar eru til staðar og ég held að við hérna í Grindavík munum alveg finna þau
og ég trúi því að við munum, fyrir þau sem vilja snúa aftur, þá munum þau geta gert það. Það svona mín von fyrir því. Við sjáum hvað setur, en eins og ég sagði hérna áðan, þá verður samverustund hér í kirkjunni sem hefst 8:30 ef rétt munað, en við látum þessu loki héðan úr Grindavík í dag. Þakka þér fyrir, Benedikt, og við biðjumst velvirðingar á tæknimistökum sem voru þegar að Benedikt var að tala á undan viðtalinu við séra Elínborgu, en við ætlum nú til útlanda. Þúsundir Evrópubúa töldu sig vera fjárfesta í kannabisfyrirtæki sem reyndist vera rússnesk svikamylla. Rannsókn málsins nær til fjölda ríkja en ólíklegt þykir að hinir seku verði framseldir. Þeir eru í Rússlandi. Jeg havde nogle kammerater, der tog halvdelen af deres børns børneopsparinger lidt an, som nu væk, ikke? Altså, det sgu hårdt at tænke på. Det kan sgu godt røre en lidt. Þetta einn þeirra Dana sem fjárfestu í Juicy Fields, svikamyllu sem talin á vegum rússnesku mafíunnar. Danska ríkisútvarpið auk fleiri evrópskra fjölmiðla hafa rannsakað slóð svikana og fjallað hana í nýrri heimildarmynd. Höfuðstöðvar fyrirtækisins voru í Pétursborg í Rússlandi og þótti umgjörð þess trúverðug. Látið var sem það væri að framleiða kannabis til að nota í lækningaskyni. Fjárfestar gátu fylgst með framleiðslu bænda í Suður-Ameríku en það reyndist hluti af plottinu. Там должны быть расположены видеокамеры, висеть баннеры с названием Juicy Fields о том, что мы являемся партнерами, и фермеры должны были под этими камерами выращивать эти кусты. Fulltrúar fyrirtækisins komu fram á ráðstefnum, héldu íburðarmikla viðburði og auglýstu á netinu. Samkvæmt Europol voru 186.000 manns sem fjárfestu í Juicy Fields frá 2020 til 2022 fyrir 100 milljóna evra. Fólki var lofað miklum hagnaði á stuttum tíma. 2022 létu höfuðpaurarnir sig hverfa með peningin. Einn þeirra, Sergei Beresin, var handtekinn í dóminíska liðveldunni í fyrra. Rannsóknin teygir sig til þessara ríkja. Juicy Fields var með skrifstofur víða og oft vissi starfsfólki þar ekki betur en að allt væri þetta raunverulegt. Þeirra á meðal fyrrum framkvæmdastjóri útibúsins á Ítalíu sem hefur fengið hótanir. He's going to rape my daughter and my wife and Also ich denke schon, dass Russland für die Täter relativ sicher ist, weil es wird ja auch nicht ausgeliefert. Also amongst the things that do sometimes keep me awake at night is precisely the prospect of Moscow really leaning into its use of organised crime as a proxy for a war against the West. Fólk á ýmsum aldri og í ýmsum störfum í framboði fyrir alþingiskosningarnar 30. nóvember. Ára endurnýjunar og frægðarmenna svífa yfir framboðslistum að mati stjórnmálasálfræðings. Það eru kosningar eftir tæpar 3 vikur. Það eru 1200 manns í framboði. Þetta fjölbreyttur hópur, en allt þetta fólk vill vinna í þessu húsi. Nú liggja endanlegir framboðslistar fyrir. Málefni ungs fólks hafa mikið verið til umræðu, en ungt fólk í framboði. Alls eru 55 frambjóðendur fæddir aldamóta árið 2000 eða síðar, flestir á listum Sjálfstæðisflokksins samtals 11, á listum Framsóknar eru 9 frambjóðendur fæddir á þessu tímabili, 8 hjá Pírötum, 6 hjá Samfylkingu og Vinstri grænum, 4 á listum Sósíalistaflokksins og Miðflokksins, 3 hjá Lýðræðisflokknum og Viðreisn og 1 hjá Flokki fólksins. Yngsti oddviti landsins leiðir lista VG í Reykjavík norður, en hann fæddur 2002. Yngsti frambjóðandinn nýorðinn 18 ára. Hann á lista Sjálfstæðisflokksins í Suður kjördæmi, reyndar elsti frambjóðandinn líka á lista Sjálfstæðisflokksins. Hann í Norðaustu kjördæmi og 95 ára, 77 árum eldri en sá yngsti. 22 öryrkjar eru í framboði og 23 lögfræðingar, 9 verkamenn og konur, 77 kennarar, 12 sjómenn og 7 skipstjórar, 33 bændur, 14 skáld og rithöfundar og 4 prestar. Og gangi kannanir eftir má búast við talsverðri endurnýjun á Alþingi. Það má svona segja að margir listar hafi yfir sér að minnstakosti einhvers konar áru endurnýjunar. En það aðeins erfitt að aðskilja það frá því sem mann kannski kalla frægri framboði, einhvers frægra fólks áhrif. Eru meiri fræga fólks áhrif nú en áður?
Alltaf fullt af frægu fólki farið í framboð, hvort sem það eru úr stjórnmálunum eða annars. En það alveg viðbúið að flokkarnir höfðu svona skamman tíma til að stilla upp á lista, bæði til að finna fólk og höfðu ekki tíma til að hafa prófkjör, hefur auðvitað margvísleg áhrif. En annars það alls ekkert náttúrulögmál eins og við kannski stundum höldum á Íslandi að það sé að halda prófkjör og þvert á það sem kannski ætla má, þá það bara alls ekki útbreidd venja í Evrópu til dæmis að halda prófkjör, það þvert á móti afar sjaldgæft. Við höldum okkur við Alþingi því að tugir fyrrverandi forseta þingsins eru enn á kreiki í þinghúsinu, þó að þeir hafi fyrir löngu látið af embætti. Það nefnilega að finna málverk af þingforsetum allt aftur á miðja 19. öld. Málverk Gunnlaugs Blöndals af þjóðfundinum 1851 er óneitanlega frægasta listaverkið hér í Alþingishúsinu. En hér úir og grúir af málverkum og listaverkum og við ætlum að skoða málverkin sem hafa verið gerð af forsetum Alþingis. Þegar Alþingi varð að einni málstofu 1991 skapaði sú hefð að þingið léti mála portrett af forsetum þingsins. Nýjasta verkið var afhjúpað mánaðamót. Stephen Láru Stephen málaði Einar K. Guðfinnsson sem lét af embætti fyrir 8 árum. Í þinghúsinu er þó að finna málverk af forsetum allt aftur á miðja 19. öld. Hér í þinghúsinu er þetta á 3. tug portretta, alveg hátt í 30 og við erum með töluverðan fjölda í geymslu. Þannig að við getum bara sagt að þetta skipti tugum, þessi málverk og eðlilega ekki pláss fyrir þau öll en við svona reynum að skoða hvort það sé hægt að hafa einhvers konar hringrás og það er komið að því að skoða þetta upp á nýtt með svona eldri myndirnar, hvort að það sé einhverjar áhugaverðar sem að leynast í geymslum, gæti verið. Fræg sagan af því þegar Winston Churchill var svo ósáttur við málverk af sér að það fór beint í geymslu og var síðan brennt. Forsetarnir velja sjálfur sinn málara. Þannig að það er mjög mikilvægt að þarna skapist ákveðin tengsl og sátt á milli listamannsins og viðfangsefnisins. Þannig að aðalatriðið þetta það að forsetarnir séu sjálfur ánægðir með myndin af sér, þeir eru eftir að hanga hérna lengi. Af þingi í bíó fjöldi hunda og eigenda kom saman í Bíó Paradís í dag til að njóta fyrstu hundasýningarinnar. Framkvæmdastjórinn segir að vel hafi tekist til og að hundabíóið sé komið til að vera. Þetta er fyrsta sinn sem fyrir hundabíó, en ég er svo heppin að í Kringluna á sunnudögum, ef það er nánast enginn í salnum, að þá hef ég fengið að taka hann með mér í bíó þar af því að hann lætur aldrei heyra í sér, hann er svo vel upp alinn hjá mér. Þetta er í fyrsta skipti sem við erum með hundabíó en ég hef verið að hugsa þetta í mörg ár. Mér hefur alltaf langað til að vera með hundabíó. Það var náttúrulega allt krökkt hérna hundum áðan og það svona þeir voru svolítið að gelta á hvern annan en nú erum við búin að vera að horfa á myndina hérna inn í sal og það gengur bara prýðilega. Og myndavalið var einstaklega viðeigandi. Boðið var upp á myndina Dog on Trial, hundur fyrir rétti, sem segir frá örlögum hunds sem bítur mann og þarf að svara til saka fyrir brot sín. Myndin vann Palm Dog, sérleg hundaverðlaun, á kvikmyndahátíðinni í Cannes í vor. Hún talar því vel inn í veruleika ferfællingana. Þetta náttúrulega gæti gerst fyrir hvaða hund sem og þá vona ég að sá hundur fái réttarhöld eins og þessi í myndinni. Að virkja varma beint frá kvikuhólfum til raforkuframleiðslu gæti orðið tífalt öflugara en að virkja jarðvarma með hefðbundum hætti. Í tæpa hálfa öld hefur Landsvirkjun unnið raforku úr sjóðheitri jarðgufu á Kröflusvæðinu norðaustan við Mývatn. Kröflustöð stendur steinsnar frá hrauni sem rann í Kröflueldum og verið ljóst frá upphafi að jarðhitakerfið og eldstöðin væru nátengd. Lentum fljótlega í því að finna að hér eru sumar hólur ansi mikið heitari en aðrar og einnig fundu fyrir því þegar að Leirhnjúkur fór að gjósa hérna á svæðinu að það sáu skýr merki gosin í ýmsum hólum hérna á svæðinu. Þessi hóla hérna er eina fjölmörgum sem hafa verið boraðar á Kröflusvæðinu í gegnum árin og þessi sýnir ágætlega kraftin sem hérna býr undir jörðinni. Því að einn góðan miðvikudag 1976 að þá var svo mikill þrýstingur hérna að toppurinn á hólunni einfaldlega sprakk af og eftir stendur þessi gígur. Árið 2009 urðu svo þáttaskil þegar borað var dýpra en áður í Kröfluöskjunni og borinn mátti sín lítils gegn mörg 100 gráðu heitri kviku sem kom öllum að óvörum á aðeins 2 kílómetra dýpi. Sú borhola reyndist svo öflugasta sem fundist hefur í heiminum og með henni kviknaði hugmyndin að beisla varmann eins nálægt sjálfu kvikuhólfinu og hægt er. Þá teljum við okkur geta náð
bæði að nýta meiri orku hérna úr þessu svæði og líka til mun lengri tíma. Landsvirkjun, ríkið og vísindamenn hafa því fjármagnað næstu 2 ár af verkefninu Krafla Magma Testbed en þau ætla sér að bora aftur niður í kvikuhólfið og svo aftur rétt ofan við það. Annars vegar til rannsókna og hins vegar til að athuga hvort hægt sé að virkja varmann. Margt stendur enn í vegi fyrir því að hægt sé að nýta orkuna rétt ofan við kvikuhólfin. Það þarf að sérhanna tæki sem þola þrýstinginn og hitann og staðsetja kvikuhólfin með talsverðri nákvæmni. Og við erum sérst að þróa aðferðir til þess að hanna holur sem að standast þessar aðstæður. Verkefnið hefur vakið heims athygli og nú til skoðunar hvort kvikuhólfin geti verið lykillinn af sjálfbærri orkuframleiðslu til framtíðar. Fleiri ríki hyggja á svipaðar rannsóknir en íslenskir rannsakendur eru komnir einna lengst. Það ríkir mikil eftirvænting út í jarðhita heiminum hvernig okkur muni takast til. Kleinur voru hyltar í bakaríum landsins og víðar í dag á kleinudeginum. Það voru þó ekki allir meðvitaðir þennan merkisdag. Hefð fyrir því að bakkelsi víða heim eigi sér sinn eigin dag. Í Svíþjóð kanilsnúðadagurinn, vöffludagurinn haldinn hátíðlegur einhvers staðar í heimi og hví ætti íslenska kleinan ekki að eiga sér einn slíkan. Sá í dag. Kleinudagurinn var boðaður í 4. sinn og það leyndi sér ekki í bakaríi IKEA. Já, þetta mjög stór dagur. Við erum áætlað að selja svona 8.000–9.000 kleinur í dag og það mjög margir sem hafa verið að heyra af þessu seinustu 2–3 árum. Þetta hefur áhrif á söluna? Já, algjörlega og við finnum fyrir þessu alveg í 2–3 vikur eftir á. Viðmælendur Fréttastofu sem voru komnir í kleinukaup voru flestir meðvitaðir stóra daginn. Já, sjálfsögðu. Ertu mikill kleinukall? Já, ég segi það nú kannski en kaupi stundum kleinur í það. Vissir þú að það væri kleinudagurinn í dag? Nei. En komst samt og fékkst þér kleinur? Já. Hvað finnst þér eiginlega kleinur? Bara góðar. Er þetta uppáhaldsbakkelsið þitt? Eitt af því. Jú, ég heyrði þetta í útvarpinu. Þannig að þú er bara stokkið til og farið að kaupa kleinur? Akkurat sko, og ástapunga að því að það er feðradagurinn í dag líka. Aha, hvort nú betra? Ástapungarnir eða kleinurnar? Erfitt að segja sko, það er svona sitt hvað. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur, vikan fer heldur leiðinlega af stað hvað svona veðri varðar. Já, það verður umhleypingasöm vika og á morgun gengur í hvassa sunnanátt með rigningu og það hafa verið gefnar út gular viðvaranir út af vindi og vindhviðum norðvestan til á landinu svona á morgun og alveg fram á þriðjudag. Og hitastigið verður nokkuð sérstakt? Já, það hlýnar með þessari lægð þannig að annað kvöld og aðra nótt reiknað með að hitinn á norðausturlandi gæti farið í jafnvel 20 stig. Það hnjúka þeir að sjálfsögðu. Hnjúka þeir en svo kólnar í lok vikunar og frystir næstu helgi. Já, takk fyrir þetta og nánar að sjálfsögðu að loknum fréttunum hjá okkur og íþróttunum. Við ætlum að segja frá því að það er Óðinsson sem er íþróttafréttamaður kvöldsins. Íslenska karlalandsliðið handbolta mætti Georgíu í undankeppni Evrópumótsins árið 2026 í Tbilisi í dag. Ekkert annað en sigur kom til greina hjá strákunum okkar. Kvennalandslið Íslands í körfubolta var einnig mætti í landsliðsbúningin í dag þegar þær fengu Rúmeníu í heimsókn í Ólafssal í Hafnarfirði. Og við kíktum í heimsókn á allir meðleikana í Laugardalum þar sem börn með fötlun létu ljós sitt skína í hinum ýmsu íþróttum. Íþróttir hér eftir skamma stund. Fyrst það helstu atriði fréttanna. Grindvíkingar minnast þess með gleði og trega í dag að ári síðan að heimabær þeirra var rýmdur vegna jarðhræringa. Sóknarpresturinn í Grindavík segir enn mikla þreytu meðal bæjarbúa. Hátt í 80 ár eru á milli þess elsta og yngsta á listum flokkana fyrir alþingiskosningarnar. Stjórnmálasálfræðingur segir áru endurnýjunar svífa yfir framboðslistum. Þúsundir fjárfesta víðsvegar Evrópu lögðu 100 milljóna evra í fyrirtæki sem reyndist vera rússnesk svikamilla. Margir Danir settu sparifé barna sinna í fyrirtækið. Miklar vonir eru bundnar við tilraunaboranir sem eiga að hefjast á næstu árum við Kröflu. Það gæti orðið tífalt öflugra að virkja varma beint frá kvikuhólfum en eins og nú er gert. Og næstu fréttir eru klukkan 10 í útvarpinu í kvöld og við minnum á vefinn okkar sem er uppfærður allan sólarhringinn og svo má alltaf senda fréttastofunni ábendingar á fréttir@ruv.is eða fréttir hjá ruv.is. Þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl.
á RÚV í kvöld. En þetta það sem ég viðheld sem íslenska þjóðarar. Landinn heilsaður upp á skemmtilegt fólk